ætlum að byrja á Ragnari Þór Ingólfssoni, formanni VR, sem að í síðustu viku boðaði við Rauðaborðið mótmæli og mér langaði að fá þig til þess að ræða það aðeins betur. Hverju þú þetta mótmæla? Með hverjum allar mótmæla? Hvar þú allar að mótmæla? Og hvers vegna? Já, við erum auðvitað bara að fara að mótmæla hrikalegri stöðu og forgangsröðun ríkisstjórnarinnar og við erum líka að fara að gera tilraun til þess að koma fólki í skilningum það að meira verður ekki gert og lengra verður ekki farið að hálfu ríkisstjórnarinnar í að koma heimilunum til hjálpar á þessum mjög erfiðu tímum þar sem að húsnæðiskostnaður hefur stökkbreyst, hvort sem að það sé á lánum eða leigu. Opinber gjöld hafa hækkað og munu hækka mun meira eins og framkemur til dæmis í nýrri fjármálaáætlun og þar er margt athyglisvert eins og að helsta ógni við stöðuleika og verðbólgu séu kjarasamningar, komandi kjarasamningar. Þannig að fólki sé bara algjörlega ljóst að meira verður ekki gert, staðan áttur að versna og þetta er í rauninni bara þetta er eiginlega bara síðasta vígið. Það er bara rauninni fólkið í landinu. Þú veist, hvort að okkur takist að þrýsta á raunverulegar aðgerðir í húsnæðismálum í heilbrigðiskerfinu. Ég skrifaði nú status á Facebook þar sem ég fer svona aðeins yfir þetta. Ég kem víða við þar. Ég tala gamla fólkið okkar sem er að deyja frá biðlistum. Fólk sem að þarf að sækja sér þjónustunir á bráðamóttöku og þarf að bíða þar klukkustundur saman. Algengur biðtími eftir þjónustu er kannski 6-8 klukkustundir. Fólki er látið síðan bíða á göngum spítalana innan örmagna heilbrigðisstarfsfólk sem er búið að öskra sér rallust yfir neyðarópum yfir ástandinu og það er eiginlega alveg sama hvað er drepið niður í grunnþjónustu. Við sjáum uppsagnir á mikilvægu opinberu starfsfólki, til dæmis eins og í Árborg. Það sem verið að skera niður og þetta er það sem að koma skal. Seðlabankinn er að kalla á frekari aðhald og niðurskurð frá ríkinu og mun öllu líkindum hækka vexti töluvert mikið meira áður en þeir fara að standa í staðið að lækka. Þannig að staðan og bara er að versna og ég hef nú setið svo marga fundi með stjórnvöldum. Ég hef bara ekki tölu á þeim þar sem ég setið á fundi með Sigurði Inga, Bjarna og Katrínu, hvort sem að það er á vettvangi þjóðhagsráðs eða bara með þeim þremur og okkur í verkalýðshreyfingunni og þeim finnst þau vera að gera alveg óbóðslega margt fyrir fólki í landinu að leggja sér mikið fram. Þessi er búin að leysa vandann. Já, og þú veist þeirra búbla er einhvern veginn svo lokuð að það næri ekkert í gegn. Þau heyra hvað við erum að segja en ég get alveg fullvissa fólki í landinu að ef að fólk sættir sig við þessa stöðu, þessa forgangsröðun, við erum með, þetta er öðruvísi staðheldur að vera í hruninu. Núna eru fyrirtækin að græða á tá og fingri. Það var nú bara frétt í dag í Viðskiptablaðinu, það sem er nánast bara afkomu viðvörun í bankakerfinu, það sem er svo mikil tilfærsla á fjármunum frá skuldsettum heimilum og fyrirtækjum yfir til bankana út af stýrivaxtahækkunum að vaxtatekjur bankana hafa eiginlega bara sjaldan eða aldrei verið meiri og er bara aukast og munu aukast. Þetta er tilfærsla á fjármunum. Sem er afleiðing af stjórnvaldsaðgerð, hækkun vaxta. Það sem er ákvörðun það að flytja peninga frá skuldurum til þeirra sem eiga peningana á bankana. Og ég var síðan að kynna mér úrræðin hjá bönkunum núna síðast í morgun. Þar eru bankarnir að bjóða svona neyðarlán, svona til þess að redda hlutunum. Þar eru verið að bjóða fólki lán á 11-15% af vöxtum til alltaf að 6 ára. Og þar síðan er lántökugjald upp á 3%. Þú veist, þetta
þetta er bara skipuleg glæpastarfsemi sem að eiga sér stað. Hér var verið að vígja hér sko glæsilega svona steinprýdda glerhöll hérna niður í bæ fyrir gróða síðustu ára og þetta eins og það sko mér búið að vera misbúið lengi og ég búin að átta mig á því töluvert langan tíma að við munum ekki ná utan þennan vanda. Við erum að sjá fram á það, hér munu þúsundir heimila tvöfalda eða meira greiðslubyrði þegar að fastir vextir renna sitt skeið bæði núna í haust og byrjun næsta árs, þúsundir. Og eina leiðin fyrir fólk til þess að bregðast við þessum stökkbreytta sko framfærslukostnaði að fara yfir í verðtryggðulánin og þeir sem hafa tekið námslán vita hvernig verðtryggða umhverfið þeir sem hafa verið með verðtryggðulán vita hversu að glæpa lán þetta eru og enda bönnuð í öllu siðmenntuðu ríkjum til neytenda og þetta bara einu vegferð sem komin af stað sem að endar í sjálfu sig bara með því að hér munum við enda í álíka eignaupptöku og við vorum að horfa hér á í eftirmálum hrunsins og þetta mun gerast með öðrum hætti heldur en gerist þá. Af því að þú segir að þið hittið ríkisstjórnina, fórustu með ríkisstjórnarflokkana og svo heyra hvað þið segið en finna enga köttjásur til einhverja aðgerða. Getur þetta bent til þess að séu, stundum þú kannast við það sagt, 2 þjóðir í landinu að þau séu fórustu fólk fyrir fólk sem að verður ekkert varfið, ég meina eitthvað hækkar og eitthvað svona en séu einhvern sérstökum vandamálum og þau munu ekkert bregðast við nema þau heyri einhver skaðræðis hróp frá hinum helmingum sem að upplifa kjaraskerðinguna vegna verðbólgunnar og vaxtahækkanana. Er það sem þú ert að segja að á meðan að stjórnvöld komast upp með það að bara tala við sitt bakland sem bara velstætt fólk að þá mun ekkert breytast þannig að það er fólki sem að upplifir sársaukann af efnahagsástandinu að það verði að láta heyra í sér og vera út á götum hrópandi til þess að stjórnvöldin neyðist til að taka tilliti til þess hluta þjóðarinnar sem þau vilja ekki þjóna heldur vilja fyrir að þjóna sér og sínum líkum. Er þetta? Já, en þú veist, þetta að vissulega rétt, en þessi hópur að stækka, hann fyrir stækkandi með hverju mánuðinum. Sem í vandræðum. Sem að lendi í vandræðum. Við í verkalýðshreyfingunni, við ráðum við svona almennar verðlagshækkanir, við ráðum við að gera kjarasamning til þess að ná utanum þann kostnaðarauka. En við náum ekki undir rauninni þetta glæpsamlega ástand sem að stjórnvöld og Seðlabanki bera ábyrgð á, það sem að við höfum fengið 11 stýrivaxtahækkanir í röð sem að hafa rauninni sjálf sér ekki gert, ekki slegið nokkuð skapaðan hluta á þessa verðbólgu sem að við höfum verið að horfa á. Hún keyrð áfram allt öðrum þáttum, Seðlabankin kemur alltaf bara með nýjar afsakanir og það er vel ljóst að Seðlabankin bara með þessa stefnu að hér verði vextir ekki neikvæðir og það er bara þessi undirliggjandi stefna sem að hann kannski þorir ekki að segja beint framan í almenning og svo er bara svo margt í þessu. Þetta er ekki bara þessi hrikalega stefna sem stjórnvöld og Seðlabankin ber ábyrgð á að við sem foreldrar barna þó kannski fólk hafi það svona þokkalega gott að eins og verið að þrengja til dæmis á húsnæðismarkaðnum framkvæmda hliðinni með þess að við í Bjargi við erum að lenda í vandræðum vegna þess að hagkvæma fjármögnunin sem við áttum að fá frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun í gegnum samkomulag við ríkið hún nánast orðið bara markaðsfjármögnun þá að hætta að endurgreiða okkur virðisaukaskatt af framkvæmdum og það kostar okkur 12 skall fermeterinn og við erum að reyna að byggja hagkvæmt fyrir fátækasta eða tekjulegasta fólkið og þú veist þegar við ættum að vera að byggja svona helmingi meira heldur við hefum verið að gera á ári, síðustu ár á ári við höfum verið að byggja svona 3.000 íbúður, náðu því valla síðast ári, hættum að vera að byggja svona 4.500 íbúður ári, lágmark. Það var verið að þrengja þessu. Það er bara framkvæmda munu draga saman, stór byggingarsvæði munu ekki fara í almenna, hvað ég segja,
framkvæmt eins og til dæmis í Keldnaholti, Blikastaðalandi og fleiri svæðum eftir fyrsta lagi 3 ár. Þannig að þetta á allt eftir að versna til mikill að muna. Þú veist, staðan mun bara versna og svo sjáum við bara alla innviðan okkar. Ég meina, þú veist, grunnskólanir og leikskólanir er allt meira og minna miklað eftir bara áralanga vanrækslu og svo erum við að horfa á það. Ég meina, sko, ungt fólk fær ekki í dagvistum fyrir börnin, gamla fólkið að deyja frá biðlistum. Hér hafa ekki verið byggð hjúkrunarheimili eða byggt fyrir eldra fólkið sko árum saman, heldur bara að hafa þessi dvalarheimili sem að voru ágætt og hugmyndin í kringum það eru bara stórnir bara sko hjúkrunarheimili fyrir fárveikt fólk. Við erum að sjá fólk, gamalt fólk fara í já, þú veist, og þetta er eiginlega bara allt kerfið, sko, það er eiginlega sama hvar maður drepur niður að sko, geðheilbrigðismálin til dæmis, úrræðaleysið, þú veist, þetta er bara algjört og ég er löngum búin að fá nóg að þessu en ég held að það sé alveg klárlega hægt að það geta nánast allir með einhverjum hætti parað sig inn í vanrækslu stjórnvalda og þeirra stefnu sem að við ættum öll að geta sameinast að gangi ekki lengur og hingað bara, hér þurfi bara að segja stopp. Það er að reyna að skilja sko samfélagið, það sem að formaður stærsta verkalýðsfélagsins kemur fram og segir, ég næ ekki meiru í samningum, nú verður fólk að koma út á götu til þess að þrýsta á stjórnvöldum að breyta stefnu sinni, ég næ ekki að hnika því til. Almenningur kýs þingmenn sem að mynda síðan ríkisstjórn og þú ert að lýsa ríkisstjórn sem að í öllum málum vinnur gegn hugmyndum almennings uppbyggingu samfélagsins. Já, og rauninni þeir, sko, hverju lofuðu þessi sömu flokkar, ef við tökum bara Vinstri græn og Framsóknarflokkin, þar var skjaldborg heilbrigðiskerfið og þar voru húsnæðismálin mjög framalega. Sjálfstæðarflokkur með þess að lofaði bót og betrun fyrir gamla fólkið, skerðingarnar og fleira. Þetta fólk er sko þetta er náttúrulega bara atvinnulegarar, stjórnmálamenn, sérstaklega þeir sem hafa leitt síðustu ríkisstjórn vegna þess að þau hafa komist til valda á forsöndu þess, talað inn í hjörtu kjósenda og ná einhvern veginn að gera það sko trekk í trekk og selja okkur það að þau séu raunverulega að vinna fyrir fólkið í landinu þegar þau eru það alls ekki og þvert á móti þau eru að vinna fyrir ríkasta minnihlutann og sérhagsmunaöflin vegna þess að það snýst allt það. Ég meina sjá bara hvað er að gerast. Ég meina nú er allt á yfirsnúning bæði forsætisráðuneytinu og innviðaráðuneytinu út af loftslagsgjöldum á flugfélögin eða kolefnaskatti eða einhverjum gjöldum sem á að leggja á þau sem áttur hefur áhrif á ferðaþjónustuna og rekstur þeirra. Þú dugði nú ekki til, tókst ekki að stoppa það? Nei, ég er að segja, þú veist bara, þú veist, ef við tölum um forgangsröðun, hér á að halda eitthvað heilmikið, heilmikið leiðtogafund, ársáttíð leiðtoga Evrópu og það verður kostað til þess fleiri milljarðar. Það verður að kaupa hellinga svörtum jakkafötum til þess að klæða lögguna í, þannig að líti út eins og leyniþjónustumenn frá Bandaríkjunum. Seðlabankinn er að innrétta fyrir fleiri milljarða og búin að gera það sig af og með að fólkið er sagt að halda sér höndum. Þetta er svona, já, það er eitthvað svona veruleika fyrra í gangi sem að ég held að fólk sé svona, þetta hlýtur að vera að fara inn í sálatetrið. Ég til dæmis þegar ég skrifaði statusum inn á Facebook, ég átti ekki von á mjög miklu viðbröðum. Þú veist, ég svona var ekki viss að fólk væri bara hreinlega tilbúð í að láta sverfa til stáls, fara að mótmæla en viðbröðin voru eiginlega miklu meiri heldur en mér óraði fyrir, þú veist, bara á þessum status sem ég skrifaði. Ég held ég að vera með 1700-1800 deilingar í morgun og sko deilingar og það er ekki það er deilingar. Já, það er alveg hellingur sko og ég veit svo sem ekki hversu víða þetta hefur farið. En síðan þegar ég var ég er búin að fara nokkrum sinnum í búð núna síðustu daga og og það er iðulega kallað einhvers staðar úr búðinni við mætum eða ég mæti, þú veist, þetta er svona svolítið annað væp heldur en ég bjóst við og svona miklu, ég held bara að
fólk sé bara búið að fá nóg að þessu sko, hvað segja, meira nóg að þessu heldur en ég kannski reiknaði með. Ég átti jafnvel von á því að við þyrftum að fara aðeins dýpra og aðeins lengra inn í svona kreppu almennings eða kreppu heimilana til þess að fólk væri tilbúið í þessu. Þú spurur okkur hvað formaður stærsta verkalýðsfélags á landinu að búa til mótmæla, hvað hreyfingin og hvað ég gera. Það svo kerfin virki ekki. Nei, og verkalýðshreyfingin ekki heldur. Hún virkar ekki. Nei, sjálfsögðu ekki. Stjórnmálaflokkarnir og þingið virkar ekki. Lýðræðisvettvangur virkar ekki. Verkalýðshreyfingin, hún heldur hún geti farið bara í eitthvað kurteislegt samtal við stjórnvöld þar sem að við búum bara til eitthvað aðgerða pakka í 5 eða 10 eða 40 atriðum þar sem við bara komum okkur saman, þú veist, það verður sett húsaleigulög og það verður við förum í verðtrygginguna, við setjum á vaxtaþak og við gerum þetta. Það er búið að lofa þér öllu þessu, það er ekkert að þessu gert. Akkurat, en það er búið að lofa þessu áður og það var bara gert 2019, allt svikið. Þó svo að við fengjum einhvern aðgerðapakka að þá eru svona 99% líkur á því að það verði allt saman svikið eða útþynnt eða úrræðin útþynnt nægilega mikið til þess að verði algjörlega gagnslaus fyrir fólki í landinu. Og þetta er bara því miður staðreind að meira verður ekki gert. Sko mótmælin eru eitt. Þetta er bara fyrsti fasinn. Þú veist, ég bara, þegar ég var að horfa á sko fréttatíma sem var uppfullur af skipulagi kringu leiðtogafundin og fleiri fréttum sem að í sjálfu sér skipta svona afvegaleiða bara raunni. Akkur eru ekki að tala um biðlistina á bráðamóttöku, akkur eru ekki að tala um sko örmagna heilbrigðisstarfsfólk, akkur eru ekki að tala um bara stöðuna bara á leikskólunum og stöðuna í grunnskólunum, akkur eru ekki að tala um samfélag og hvað er að. Þú veist, ég meina, það kom frétt í Kveik húsnæði. Það var svolítið langt síðan að það hefði verið fjallað um það síðast. Já, það er langt síðan. Svo var Kastljós þarna fyrir svona 3 vikum sem fjallaði svolítið um leigumarkaðinn. Þá vorum við kannski búin með kannski síðustu 3-4 ár hjá Ríkisútvarpinu þennan málaflokk. Já, en við erum að horfa á síðan á fréttaflutningu alveg trekk hluti sem að sko, við eigum að vera að tala um sko, það sem skiptur okkur máli er samfélagið okkar og staðan og hvernig við höfum það og hvað þarf að gera til þess að breyta og gera það betra. Og þetta er bara ekkert, sko, það er ekkert að frétta neinstaðar, þú veist, þú ferir nú MBL eða Vísi eða eitthvað, það er bara ekkert fjallað um þessi mál. Og fólki þarf bara, við þurfum að finna nýja leiðir. Ég meina, við fórum til dæmis í, þegar við stofnum hagsmunasamtök heimilana, að þá vorum við að skoða sko greiðsluverkföll og við vorum að skoða alls konar aðgerðir til þess að knýja á knýja bæði þrýsta bankana og stjórnvöld á úrræði. Í dag erum við í smá öðruvísi stöðu ef við tökum bara sko bankana, að þú getur ekki farið í vanskil, það er ekki hægt, það er ekki fræðilegu möguleiki. En svo ertu með fjármálaráðherra sem bendir á þetta og segir bara, hér er bara allt í góðu lagi, hér eru bara vanskil aldrei verið lægri. En þú getur ekki farið í vanskil ef það er eigið fé í húsnæði og fasteignaverðið hefur hækkað mjög mikið síðustu misseri. Þá hefur öll möguleg úrræði og ég var að fara yfir þessu úrræði aftur núna í dag. Þá getur bankinn upp eigið fé. Já. Þá getur það að ná húsnæði og hendur út. Ef þú hefur ekki efna á að borga óverðtryggða lánið, þá getur þú farið í, ef þú varst á jöfnum afborgun, þá getur þú farið í jafngreiðslulánið, ef þú hefur ekki efna á að borga af því, þá getur endurfjármagnað á verðtryggðu. Síðan þegar búið að geta upp eigið fé og þú hefur ekki efna á að borga því að þá getur þú fengið frystingar á afborgunum 6-8 mánuði leikandi og þær fara beint ofan á höfuðstólinn með vöxtum og öllu og síðan getur þú tekið með alls konar lán í gangi. Þeir eru búin að hækka sko yfirdrættar auka möguleikana yfirdráttarlánum og svo kallum eitthvað svona neyðar eða svona lánaformu sem ég var að skoða í dag sem er eins og ég sagði hérna uppáðið þáttar 11-15% af vöxtum og 3% af láni. Yfirdráttarvextir eru bara konir í 16 held ég. Og yfirdráttarvextir eru hærri, þú veist, yfirdráttarvextir bankana hafa verið sko jafnháir og dráttarvextir. Nema það að yfirdráttarvextir eru reiknaði mánaðarlega
Þannig að þeir eru rauninni sko herri, þú veist, það er hagstæðara að vera með sko skuld á dráttavöxtum heldur en að vera með yfirdrátt í bönkunum. Þetta er sjálftakan og græðkin, hún bara, þú veist, þetta er algjörlega botlaust. Herðu, mér langar að skilja þetta. Við lifum í svokallari vestrænu lýðræðis samfélagi sem að margir trúa að þessi besta samfélagi heimi með öfluga verkefnishreyfingu. En þú ert eiginlega að halda þig fram að þessi kerfi, ef að almenningur ekki bara út á götunum að þrýsta á stjórnvöld, að þá vinni kerfin, hvort sem það er lýðræðiskerfið í tengslu við Alþingi og sveitarstjórnir, fyrir hinna betur settu, hinna best settu. Og ef að verkefnishreyfingin nær ekki að bæta það upp. Er þetta ástand, hefur þetta alltaf verið svona? Eða er þetta afleiðing af því að kannski ef við færum 50 ára aftur í tíman, 70 ára aftur í tíman, að þá voru stjórnmálaflokkarnir meiri grasrótarsamtök og almenningur hafði meiri áhrif á stjórnmálaflokkana heldur í dag þegar eru yfirleitt flokkunum stýrt bara af fámennir í fórustu. Það er lítið grasrótarstarf í þessu þó að Sjálfstæðisflokknum nái að fylla Laugardalsvöllina á einni svona sinni árshátíð annað hvort ár. En þá er ekki svona, þetta er ekki sambærilegu flokkur það var þegar hverfissamtökin voru hvað öflugust út alla Reykjavík og síðan kjördæmaráð út all land. Og sama á við verkalýðshreyfinguna. Hún var meiri grasrótarhreyfing heldur hún hefur orðið. Það eru mörg félög sem eru sáraselda með félagsfundi og ég veit að fólk bæti það upp með því að gera kannanir meðal félagsmennar sinna, en það er allt annað. Það er ekki aðkoma að lýðræði að fá eitthvað spurningalista frá VFR til dæmis og svara því, ég er ekki þátttakandi í uppbyggingu VFR. En spurningin lýðræðiskerfið okkar, það virkar ekki nema almenningur sjótt á götunum, því að annars fara þeir sem hafa völdin að þjóna þeim sem eru með völdin og eru með auðin. Þetta hefur alltaf verið svona, eða hefur kerfunum okkar hnignað svona mikið að við getum ekki, að samfélagi mun ekki byggjast upp eftir kröfum meginþorra almennings nema að almenningur sé bara út á götunum og hrópandi. Já, ég held að ef við tökum svona kannski stöðuna frá bankahruninu, þegar ég fór ásamt þúsundum niður á Austurvöll. Þar var verkalýðshreyfinguna hvergi að finna. Þar tóku stjórnmálin algjöra afstöðu með kröfuhöfum fellum bankana og fórnuðu bara almenningi og heimilónum með húð og hár. Upp úr þeirri grasrót þessari búsaldabyltingu var til borgarhreyfingin, voru til hagsmunasamtök heimilanna sem hafa verið mjög virk og flott samtök. Og þetta leiddi til ákveðna breytinga inn í verkalýðshreyfingunni. Hún varð róttækari og hún svona held ég að hafi náð svona meira sambandi við grasrótuna heldur hún hafi reynt að gera vegna þess að það var búið að vera áralöng hnignun þar inni. Þú veist, það var ekki hægt að komast inn í stjórn hvorki VFR eða annarra félaga vegna þess að stjórnirnar þær völdu sér fulltrúaráð. Þú veist, ég reyndi að komast inn í fulltrúaráð í VFR og ég þurfti að fara í svona viðtal við fór í viðtal hjá 2 stjórnarmönnum og þáverandi formanni, þú veist, það bara spyrja með svona spurninga. Og svo gangi frímúrarregluna. Já, bara hvaða erinda frá meðmæli frá fyrrum núverandi félagum. Já, og það út frá þeim forsendum átti, þú veist, maður tekin inn eða ekki, skilur, og svo hefði það mitt hlutverk verið að kjósa síðan stjórn, sem þá ætti alveg bara sama fólki aftur og aftur. Típisk uppbygging til þess að verja völd núverandi valdhafa. Þetta höfum við náð að brjóta nokkuð vel upp með látum þó, ég inn í VFR og Sólveig Anna inn í Eflingu og Vilhjálmur Birgisson gerði það rauninni upp á Skaga með hallabyltingu þar á sínum tíma á undan okkur en kerfi sem slíkt, þú veist, þetta verkalýðshreyfingin, Alþýðusamband Íslands og þú veist, þessi svona kultúrin að
ræða við stjórnvöld og komast að einhverju niðurstöðu, þú veist, semjum eitthvað og síðan þegar á að efna þá að endur semja, þú veist, þú þarft alltaf að semja saman hlutin aftur og það, þú veist, þú semur segjum bara afnám verðtryggingar 10.000 skall og þú veist, og svo ætlar að fara að fá efndir á loforðið og það segir, þú veist, ef ekki hafa það 5 eða 4 og þetta endar einhverjum 2.000 skalli, þú veist, einhverju þetta verður niðurstaðan verður einhvern veginn gagnslaus. Það breytist ekkert í og varnarmúrin sem í kringum, þú veist, bara eins og sjálfstæðisflokkurinn hefur sko aktað okkur, Bjarni persónulega kom inn í samningana 2019 til þess að bara reyna að skera á þennan hnút og koma með eitthvað að borðinu. En hann náttúrulega sami legarinn og allir aðrir sem að við höfum verið að semja við, þú veist, og ég nota svona stór orð vegna þess að þetta bara svona, vegna þess að sko þetta svo áhugavert að vera svona miklu návíi við stjórnmálin eins og við erum að vinna með fólki sem að þú ert með fyrir fram að þig, sem að bæði algjörlega veruleika fyrir þeim vanda sem við stöndum fram fyrir og þú getur ekki treyst fyrir horn, þú veist í hvaða stöðu ertu að semja við stjórnvöld einhverjar aðgerðir þegar eru 99% líkur að þau muni svíkja þig, alveg sem þau gerir við kjósendur, þau koma ekki öðruvísi fram við verkalýðshreyfinguna heldur en kjósendur í þessu landi. Þú veist, þetta og maður þarf bara að nota stór orð vegna þess að þetta bara svona. Og hvað hægt að gera? Allir bara að láta teimað á asnaýrunum, skilurðu, þú veist, á ég bara að taka þátt í þessum leik sem formaður stærsta stéttarfélagsins og segja bara, herðu, já, ef við förum bara í kjarasamninga og þú veist, við gerum þetta eins og við höfum alltaf gert þetta, við byrjum á þessum viðræðum, þær eru komnar í gang og við ræðum styttingu vinnuvikunnar í næsta mánuð og svo veikindaréttin og svo síðan komin í desember og svo allt komið í einhvern lás í janúar þegar samninga fara að renna út og svo kemur febrúar og það allt í einhverju tómu stál í stál og kvöld og næturfundir. Mjög háskalegir tímar og erfitt að semja mjög mikil óvissa og svoleiðis og Seðlabankinn. Mikil krafa á aðila vinnumarkaðarins að gæta hófs. Seðlabankinn komin upp á tærnar og náttúrulega allir lobbyistar auðvaldsins og sérhagsmunafla. Og síðan kemur ríkið svona á loka metrónum með aðgerðapakka sem þeir setja á segjum bara 50-80 milljarða bara aðgerðapakka til þess að liðka fyrir kjarasamningum og við skrifum undir allir rosalega sáttir vitandi svona innst inn í hjarta sínu að það ekkert að marka þetta fólk og þessi samningur eða það sem verið að lofa ekki sko pappisins virði frekar en annað sem hefur komið frá þessu fólki og þá eiginlega bara kannski 20 í stöðunni, þú veist ámara að taka þátt í þessu og halla sér aftur, vera hluti að þessu leikriti sem háð ekki bara sko hálfu stjórnvalda heldur líka raunni af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eða ámar einhvern veginn að koma bara, þú veist, svolítið hreint í dyrana gagnvart sko almenningi og mínu félagsfólki og bara fólkin í landinu og segja bara svona þetta og svona verður þetta ef að þið rísið ekki upp ef við getum ekki fundið aðrar aðferðir, þú veist, ég veit að það leysir ekkert máli að fara niður í bæ og mótmæla og fella ríkisstjórn af því að það kemur bara ný ríkisstjórn og hún gerir það nákvæmlega það sama þú veist, við þurfum að þú veist, það sem ég að reyna og mun reyna að segja, við erum ekki búin að móta þetta upp á sko punkt og prik þetta í vinslu, það óbóðslega öflugur og flottur hópur á bakvið mig og með mér, ekki á bakvið, með mér í þessu og hann að stækka, þú veist, við ætlum að fá fleiri sko, þú veist, ég ætla að sækja inn í róttæka arm verkalýðshreyfingarinnar og þá ég að horfa líka til opinberu félagana, kennarana og heilbrigðisstarfsfólks og fleiri bara. Það óvanlega með hjúkrunarfræðinga komið ljós. Já, bara fá þau með. Einu atkvæði að myndi verða á jöfnu. Nákvæmlega, en þú veist, þetta mitt málið, þú veist, þurfum að virkja fólki og það, þú veist, ef að fólki trúir því að við getum náð betri eða meiri árangri með því að rísa upp og þá verðum við allavega að reyna vegna þess að hitt ekki að fara að ganga og meðan þurfum við líka að reyna að finna þú veist, fleiri leiðir, ég meina það þú veist, Guðmundur Hrafn hefur talað það að, þú veist, að það hefur verið gert áhlaup á leigufélögin með því að
debonera greiðslur sko. eins og hefur gert víða heim. Eins og gert víða heim. Við þurfum ekki að finna upp hjólið, við þurfum bara að finna upp nýjar aðferðir og fá fólki með okkur. Það sko, ef það tekst ekki, þá okkur ekki við bjargandi. Ragnar, segjum að ég sé Indriði og þú ert að gera þessar kröfur á mig að ég fari út á götu og bjargi lýðveldinu af því að það sé í Tröllsöndum og ég segi en Ragnar minn, þú veist, ég kaus Katrínu, hún átt að sjá þetta þarna niður á þingi og ég í VFR og þú átt að sjá þetta, þarf ég að gera þetta? Já, þetta mjög góð spurning vegna þess að sko, ég að reyna að fá fólki með mér, alveg rétt, en sko í kringum búsáhaldabyltinguna þá fór fólki niður og það kallaði á stjórnmálin, það var ákall á verkalýðshreyfinguna. Verkalýðshreyfingin bara lokaði að sér og fór bara í mínus sko og það fannst mér niðurlægjandi bæði fyrir verkalýðshreyfinguna og mig sem greiðandi félag í verkalýðsfélag að horfa upp á þá stöðu að formenn stéttarfélagana þeir bara lokuðu sig af og þá var það öfugt og þá fer fólk út á götunar og óttastu sína afkomu og krefst breytinga og gerir kröfu á verkalýðshreyfingin eða stjórnmálafylgin. Núna kemur þú að sjálfsögðu. Sko, mér finnst það að vera mitt hlutverk að snúa þessu við vegna þess að verkalýðshreyfingin brást. Hún á ekki að bregðast núna. Auðvitað getum við getum leikið sama leikinn aftur og aftur. Niðurstaðan verður eins. Hún verður svo sama að ætla að hún verði eitthvað öðruvísi en alltaf bara geðveiki og það alltaf bara en hverju svarar hún Indriða sem segir hvað á ég að gera þetta? Er það þannig í nútímann samfélagi að þú færði ekki gott samfélag nema þú sért bara vakandi í því að byggja gott samfélag? Ekkert frekar. Sko, þú veist, ég á ekki að þurfa að biðja fólk um að koma. Ef að fólk finnur ekki hjá sér að það þurfi að hafa fyrir því að berjast fyrir breytingum að þá mun bara staðan versna alveg þangað til að staðan verður orðið það slæma að það drífur fólk áfram. Það sem ég einfaldlega að benda á, við getum brugðist við áður en að staðan verður sko það slæm og hún verður illviðráðanleg, hún mun versna. Við höfum hérna tækifæri að byrja að skerpa á okkur, boða til mótmæla, fara í frekara aðgerðir, sýna til dæmis alheiminum að staðan sé ekki öðruvísi hérna heldur víðast hvar á Norðurlöndunum í Evrópu og hér bara framfærslu kreppa, mjög alvarlegt ástand og hér þurfi bara fólkið að rísa upp vegna þess að við erum ekki með lausa kjarasamninga. Við getum ekki farið í verkfall fyrir í janúar á næsta ári og hvað mun gerast fram að þeim tímapunkti. Þess vegna þurfum við að fara fram strax vegna þess að þeir sem að borga 300 skall í leigu í dag, leigan verður komin sko upp 30 skall, jafnvel meira eftir 12-13 mánuði. Þú veist, 30 skall. Ég ætla áfram að spyrja svo Indriði. Ég átsósaði valdi mínu með hagagreiðslu mínu. Ég kaus Katrínu Jakobsdóttur, hún lofaði mig jöfnuði. Og ég kaus Ragnar sem formann VFR, hann lofaði mér að berjast fyrir bættum kjörum mínum. Ég er búin að átsósa þessu, en svo núna kemur þú og segir að það dugi ekki, heldur verð ég að vera líka með potti minn og pönnuna eða kröfuspjaldi mitt. Það bara dugar ekkert minna til. Þannig að við munum ekki fá gott samfélagina nema að fjöldin sé virkur þáttakati. Þú getur ráðið einhvern eða kosið einhvern til þess að leiða stórt verkalýðsfélag, en hann og verður aldrei sterkari en fólki sem á bakvið hann og tilbúið að fylgja honum. Og það er rauninni bara okkar samningsstaða hjá samtökum, gagnvart samtökum atvinnulífsins, gagnvart stjórnvöldum, fylkingin sem tilbúin til þess að fylgja sér á bakvið okkur og þetta er ekki bara sko skuldbindingin í verkalýðsfélagi það þú þarft að vera tilbúin til þess að leggja niður störf og það er bara meira átt og mikil ákvörðun að fara í verkfall og leggja niður störf ef við náum ekki okkar fram. Þetta er miklu auðveldara að saminast einhverja svona grundvallar breytingar í okkar samfélagi með breiðfylkingu af fólki sem tilbúið til þess að berjast fyrir þessu, ólíkum hópum
og þetta bara, þú veist, okkur berurinn samfélagslega skilda til þess og það er ótrúlegt, þú talaðir í byrjun þáttarins það að þessu bara þeir sem hafa það skítt og eru í vandræðum, þetta er ekki svo, ég meina við erum líka með fullt af fólki sem að á börn sem að er búið að úthýsa frá húsnæðismarkaði fyrir lífstíð, þau sjá bara enga framtíð, þau eru með börn í námi sem að sjá ekki framtíð hérna á Íslandi að koma hérna heim vegna þess að þú veist fyrir að fyrst að fá ekki íbúð eða fá íbúð og þá bara, þú veist, þá er ekkert eftir skilur, þú veist, þetta er sko staðan er bara hún er orðin slæm en þú veist, stóra spurningin er hversu slæm verður hún ef við gerum ekkert? Já, sko, ég meina, sko, fyrir mér er þetta bara spurningum bara, þú veist, hversu mikil er þrælslund þjóðarinnar, þú veist, hvað þurfum við að láta þetta, sko, ganga langt, þanga til að þetta springur svoleiðis í andlitið á stjórnmálunum að hér verða 7-8.000 manns niður á Austurvelli. Ég er tilbúin til þess að fara niður á Austurvelli, mér er alveg saman þá mæti 5. Þú veist, það skiptir mig meira máli að þú veist, að láta ekki kalla á mig niður eftir heldur sko frekar að vera til stað þá mætingin, þú veist, þá er það bara allt í lagi, þú veist, þá er ég bara það niður frá að segja ég er tilbúin, við erum hérna við erum klár í slaginn en þið verður bara átt ykkur á því, það mun ekkert breytast, ég er að segja ykkur ég er að lýsa fyrir ykkur minni upplifun og því sem við munum fá í hendurnar eða munum fá í hendurnar í kringum næstu kjarasamninga við náum einhver í kringum launaliðin en það mun eitthvað koma frá stjórnvöldum en það verður allt svikið. Ég ætla hérna þegar þú sagðir að ég hefði sagt að það hefði verið fáir sem hefði að skýt, ég var að draga upp mynd sem gæti verið rök fyrir því að þess þríeykið í ríkisstjórninni væri lokað inn í þeim hluta þjóðarinnar sem hefði það gott og sæi ekki hinn. Ég hef nú verið frekar talsmaður á því að þessu miklu fleiri sem hafa það skýt í samfélaginu heldur að fólk almennt átt að segja á. Ég held að vilja halda að væri sko þriðjungur af þjóðinni sem hefði það skýtt þriðjungur þar fyrir ofan sko þegar á leiðinni þangað þegar getur lentar minnstu áfall. Ég held að þetta hluta sé að detta upp í helming. Ríkisstjórnin er sannanlega í einum ríkisstjórn hins þriðjungsins þannig sem svífur ofan á og er náttúrulega mest að þjóna þeim sem ég byrst afsökunar af þessu ég ætla ekki að leggja þér orðið í bergi en tökum aftur á Indriða, nú er hann búin að segja já, ég er búin að fatta þetta það mun ekkert breytast nema almenningur beiti þrýstingi við getum sendt Ragnar að semja við samtök atvinnulífsins, hann er ekkert góðum samningnum nema þeir sem hann er að semja við upplifið þá bakvið hann sé bara heil laugatashöll af óðum nautum sem er að krabla í jarðveginn og er tilbúin að berjast, þannig er það, ég skil þetta en hins vegar, Ragnar, að síðast þegar ég fór með búsaldabyltingunni út á götu og krafðist þess og íslenska þjóðin stóð sér vel í því þá er þú að segja að árangurinn það bara ekki verið sérstakur. Hvað ætlar að segja við Indriða þá? Sko árangurinn var umtalsverður í búsaldabyltingunni en það sem breyttist síðan á endanum var ansi lítið. Sko stjórnmálum breyttu sér ekki. Nei. Þau höfðu sér eins. Það versnaði vel? Ég get algjörlega tekið undir það ég held að stjórnmálin hafi versnað en það sem að sko búsaldabyltingi var stórkostlegt fyrirbrigði og var bara stórkostleg í eðlisinu en það sem að við þurfum að gera núna að þetta mun örugglega taka smá tíma að virkja fólkið það er svo margt sem að við getum lært af búsaldabyltingunni það er svo margt sem við getum lært sem við getum gert betur, við erum komið með fleiri verkfæri og við getum verið skipulagri ef að hreyfingin ber gæfu til þess að taka þátt í þessu með mér og fleira forystufólk úr hreyfingunni og jafnvel þessi hreyfingin komi að þessu með einhverjum hætti hreyfingin í merkingunni verkalýðshreyfingin þá erum við bara að tala svolítið aðra deild myndi ég segja það er þú veist en vandamáli kannski við verkalýðshreyfinguna er það þú veist ef hún kemur inn í þetta heildsinni þá strax lendur í því að hún verður passív bara sá sem vill ganga skemst það er ólík sjónarmið sem að leiðir að sér sko lægsta samnefnar og sem þekkir þetta allt sko þannig að ég er ekki viss að ég vilji fá sko hreyfinguna formlega að þessu en það er fullt af þú ætlar ekki að stinga upp á þessu á aðeins í þinginu sem er nei alls ekki, guð minn almáttugur nei, það ger ég ekki
en það fullt að gríðarlega öfluga fólki innan hreyfingarinnar sem að getur komið að þessu og þú veist á forsendum grassrútarinnar. Ok, nú erum við Indriði fannir að skilja þetta. Það sem að þú ert að búa til mótmæla, að þá að sumlið þú ætlar að fara til mótmæli, en það sem markmið þitt að búa til einhvers konar baráttu tæki sem að getur staði fyrir svona, hvað við kallaða, stjórnmál götunar til þess að þrýsta stjórnvöld, til þess að verða afl sem að ýtir líka á forustu verkefnishreyfingarnar að þau sæki fram að fullu afli. Ég að búa til Þannig þú ert ekki bara að búa til einn góð mótmæli heldur, ertu til í að fara einhverja langa leið til þess að byggja upp alvöru skriðdreka. Þetta snýst að leiða saman öflugasta baráttufólk landsins, hvort sem að koma úr verkalýðshreyfingunni, koma úr félagasamtökum eins og leigjendum eða hagsmunasamtökum heimilana. Það líka eitthvað stjórnmálafólki að núti sem gríðarlega öflugt og ég geti séð í þessu. Þetta bara að leiða saman okkar öflugasta fólk til þess að leiða fram einhverja baráttu sem að getur leitt okkur síðan í það að ná einhverjum árangri fyrir fólki í landinu vegna þess að hann ekki að fara að nást í samtali við stjórnvöldi gegnum verkalýðshreyfinguna. Það hlýtur að blasa við öllum. Nú segir við að Indriði sé að hlusta og það segir ég vil taka þátt. Hvernig gerir hann það? Er það svona eins og að þegar þú sóttur í fulltrúaráðinu í Vaffer? Hann kemur í viðtal við okkur og svo já nei Indriði minn, þú verður aftast Nei, sko, við sjálfsög erum búin að við erum búin að vera undirbúið þetta í svolítinn tíma og þetta svona búið að vera svolítið spurning momentið og og það mun ekkert fara á milli mála þegar þetta byrjar, hvert á að mæta, hvað á að gera hver nálgunum verður og Það getur verið hættur að býða alltaf til rétta mómentinu. VG alltaf að býða til rétta mómentinu hvenær að vera til sverðu til stálskakot sjáttarflónum. Það aldrei nógu stort. Nei, mómentið hefur komið. Þú veist, þetta við erum að fara að gera þetta. Við erum ekki að fara að býða til mómentinu. Við höfum rætt þetta í tölverðan tíma. Ég og nokkur í félagi mínir og að hér þyrfti bara að búa til mótmæla. Þannig að þessi staða hefur blasað við tölvöld lengi. En sem sagt, það var ekki fyrir einhvern megin ég fekk einhvern megin svona hroll yfir löngum fréttatíma þennan blessaða leiðtogafund og ég hendi einhverju færslu á Facebook en við vorum búin að undirbúa þetta í lengri tíma þó værum ekki komið með tímasetningu og ég hugsaði bara með mér, þetta ekki bara besta tímasetningin? Ég veit nákvæmlega hvernig Katrín og Bjarni og fleiri ráðherra munu tala inn í ráðherrahópin að hér sé bara mikill friður á vinnumarkaði, hér allir búið að ganga frá kjarasamningum, hér bara allt í blússandi fínu standi og allt í góðu lagi og munu bara Hæstu laun í heimi, jafnréttisparadís og jafnasta samfélagi heimi og ég velti fyrir mér, þú veist, er það ef að leyfa þessu fólki að komast upp með það að hafa í sjálfu sér refsað almenningi svona grimmilega með aðgerðaleysi á öllum sviðum grunnþjónustunnar, afkomunar húsnæðismarkaðurinn á sama tíma verða að hygla auðstéttinni og sérhagsmunaöflunum sem að hafa fengið algjörlega frítt spil og sjaldan skilað betri ákomu að þetta ekki við getum ekki sem þjóð látið niðurlægja okkur með þeim hætti að leyfa stjórnmálum að komast upp með það að tala með þeim hætti inn í þennan leiðtogafund að hér hafa þau svo sannarlega tekið til hendinni fyrir fólki í landinu sem að náttúrulega eins mikil mótsögn og hugsa skettur. Þú ert eiginlega búið til fundar þegar leiðtogafundurinn Já, við náttúrulega erum bara það svipaðu var gert í G7 mótmælunum sent á síðustöld. Það sem að ég að segja að ég skrifa í Facebook-færslunum minni dagskrá auglýst síðar. Við erum að taka þetta saman. Við erum búin að teikna þetta svona nokkuð gróflega upp hvernig dagskráin verður. Þetta náttúrulega tíma sem að fólk kannski í vinnu en þetta mun ekki fara fram hjá neinum síðan bara spurning bara hver mætingi verður og ég bara treysti því að
allt gott fólk sem hefur vott af róttækni og þykir vænt okkar samfélag og vil gera því gagn, að það láti sjá sig. Ég allavega sko viðbrögðin sem ég fengið, þau hafa verið eiginlega bara alveg ótrúleg. Ég átti ekki von á þessu en það er oft þannig að þú veist stundum ef maður hefur tilfinningu fyrir einhverju að það á maður að vera duglegri að deila með öðrum. Þetta er eins og til dæmis þegar ég bauð mig fram til formanns VR 2017, þú veist, ég var með enga stuðning innan stjórnarinnar, þú veist, það var ekki hljómgrunni fyrir mína skoðanir, hvorki innan ASÍ eða stjórnar VR. Og maður hugsa auðvitað með sér, þú veist, er það ég sem er eitthvað rugglaður eða þú veist, er ég ekki að lesa salin eða aðstæður? Þannig að þú veist, ég hendi þessu framboði bara þú veist, á þeim tíma. Það kannar hvort þú værir klikkaður eða ekki? Nei, ég var ekkert þess að kannar hvort þú værir klikkaður, ég vildi fyrir ekki bara láta kjósa mig út heldur en hætta. Ég segi það hvort að þú læsir þetta svona að vera á. Já, þú veist, ég velti því oft fyrir mér, en þú veist, mitt framboð var á þeim tíma vantraust á forystu Alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingunni heild sinni og ég var bara stór sigur, þannig að það voru þá aðrir sem voru að lesa salin með öðrum hætti heldur en ég á þeim tíma og ég var mjög jaðarsettur innan hreyfingarnar á þeim tíma og er það ennþá og mér finnst allavega að viðbröðunum að dæma ég spái því að það verði fleiri en 5 á þessum mótmælum. Já, við sjáum til að fáum að fylgjast með því hérna við rauðaborðið, en bara því að það er ekki næsta 50 dag sem verður sett þing Alþýðusambandsins, það er ekki 50 á föstudag? Jú, 50 á föstudag. Hefur þið væntingar til þess að það þing verði árangursríkt og bóði breytta tíma í Alþýðusambandinu? Já, það var eiginlega bara komið ljós. Ég get ekki til dæmis, þó að sé svona stutt í þing, ég get ekki spáð eins og það hvort að Alþýðusambandið verði með hlutverk í næstu kjarasamningum eða ekki eftir þingið. Þingin alltaf mun sko segja mikið til hvort það verði möguleiki eða ekki, hvort það verði eitthvað hlutverk fyrir Alþýðusambandið. Þú veist, það er stéttarfélögin alltaf að gefa Alþýðusambandinu það hlutverk og það vald sem við viljum. Og það er bara, já, ég er svona mátulega bjartsýnn með að það hafi hlutverk en síðan aftur já, skiptir þetta kannski ekki eins miklu máli eins og margir halda hvort Alþýðusambandið verði í virku hlutverk í næstu kjarasamningum eða ekki. Ég held að sko mitt mat á stöðunni er það að baráttan fyrir kerfisbreytingum, hún verður ekki háð á pólitískum vettvangi Alþýðusambandsins og stjórnvalda, hún verður bara háð á götunni. Já, mótmælin innan fárra vikna eru mikilvægari heldur en þessi þingið. Ég meina, Alþýðusambandið eða það sem er framundan í kjarasamningunum, það er að segja, þú veist, það er kerfisbreytingar sem við viljum fá að hendi stjórnvalda og það er aðgerðir. Við munum ekki ná, þú veist, við náum engu í gegnum þetta samtal. Þú veist, þetta er fullreynt. Þessi fólki er ekki treystandi. Það þarf að þrýsta því upp í vegg með öðrum hætti og það gerum við bara með róttækari aðgerðum heldur en við erum að gera í verkalýðshreyfingunni en hafa virkað áður, en við þurfum bara að læra af því sem að betur hefði mátt fara í kringum búsáhaldabyltinguna. Ef að fólki er ekki tilbúið í þetta, þá skulum við bara spenna beltin og búa okkur undir það versta vegna þess að staðan áttur að versna, heilbrigðisþjónustan áttur að versna, biðlistar eftir að lengjast, framkvæmdir á húsnæði munu draga saman, leiga mun hækka, lánin munu hækka ennþá meira. Þú veist, þetta er bara það sem er að fara að gerast og þetta er bara því miður. Það er leiðilegt að segja það, þetta er bara í höndunum á fólkinu. Gott að heyra það. Ragnar, kærar þakkir, sjáumst í mótmælunum og við snúum okkur að næsta máli hér við Rauðaborðið eftir augnablik. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og helgispjall.